Haustið 2010 var Matthildur Kristmannsdóttir öryrki og bókari komin í þrot eftir að hafa árum saman tekið geðlyfjakokteil við krabbameini. Hún segir geðlækninn hafa sópað öllum líkamlegum einkennum sem hún kvartaði yfir undir þunglyndis- og geðhvarfasýkigreiningu sem hún fékk árið 2001. Læknar á bráðamóttöku hafi gert það sama og neitað á grundvelli greiningarinnar að ráðast í dýrarannsóknir. Hún telur þá með þessu hafa rofið læknaeiðinn. Matthildur fékk loks sínu framgengt eftir áralanga baráttu. Hún fór á bráðamóttöku Landspítalans og neitaði að fara fyrr en hún hefði verið send í rannsóknir. Hún var þá send í ristilspeglun og í ristlinum fannst stórt æxli. Matthildur segist hafa staðið í baráttu við kerfið síðastliðin 5 ár. Hún vill að mistökin verði viðurkennd og hún fái viðeigandi bætur, í það minnsta afsökunarbeiðni og fullvissu að fulltrúar landlæknisembættisins líti ekki á hana sem klikkaða kellingu. Læknirinn sagði við mig að það er búið að útskýra, hún segir það í sjúkraskránni, það er búið að útskýra fyrir henni að það er ekkert hættulegt að gerast, en hún er treg til að fara og það var bara það því að ég neitaði að fara út af bráðamóttökunni. En sagði læknirinn þá við þig, þetta út af því að við ályktum að þessi þunglyndi sem veldur þessum verkjum, eða var þið bara sagt? Ég átti bara alltaf að halda áfram að tala við geðlækninn. Þannig að það var ekki möguleiki að fá hann til að hlusta eða nei. Hvað, þú fórst einhvern tímann inn og geðdeild út af þunglyndinu? Já, ég var lagði inn hana í janúar 2008 þó að ég alveg grenja og sagði að þetta er ekki tengt geði og þá var ég samt lögð inn og ég var þar í 3 vikur. Svo var ég útskrifuð og mér var sagt að ég væri mikið betri, sem ég var alls ekki. Ég fór heim og svaf í 10 sólarhringa. Þá kom batteri sem heitir Heimageð og hún sá strax hvernig ég var, fór strax með mig upp á spítala, upp á geðdeild aftur. Og það er tekin ítarleg skýrsla við mig, þar sem ég lýsi miklum líkamlegum einkennum. Aftur er ég lögð inn á geðdeild og hafði í 4 vikur. Aftur er ég útskrifuð og mér er sagt að ég sé mikið betri, sem ég er alls ekki, vegna þess að ég var með ristilkrabbamein. Hún telur að fordómar læknanna og samskiptaleysi þeirra á milli hafi orðið til þess að hún fékk ekki rétta greiningu fyrr en í nóvember 2010. Læknarnir hafi lýst því yfir að það sem hún ætti sögu þunglyndi yrði ekki ráðist í dýrarannsóknir. Hún hafi rekist á vegg. Þá hafi hún rekið sig á það að læknarnir ráðfærðu sig ekki hver við annan og kæmst upp með það. Þá treystu þeir of á greiningar geðlæknisins hennar. Sjúkraskrárnar lýsa ágætlega manneskju með ristilkrabbamein. Þannig að ég skil ekki hvernig þeir gátu eiginlega horft á það þannig að ég væri kona með þunglyndi. Það gat alveg eins verið að manneskja sem er með niðurgang í heilt ára að það þurfi þá að athuga eitthvað fleira heldur en geðið og kannski byrja á því að athuga meltingarfærin. Þegar Matthildur leitaði á bráðamóttöku árið 2008 var meðal annars eftirfarandi skráð hana. Hún hefur glímt við þunglyndi síðastliðin ár og legið inni í tæpan mánuð. Fyrir innlögn hefur hún verið með vaxandi þunglyndiseinkenni og auk þess verið í miklum rannsóknum vegna líkamlegra einkenna, síþreytu, kviðverkja og langvinns niðurgangs, en ekki hefur fundist líkamleg orsök. Hún er í eftirliti hjá geðlækni. Matthildur hitti geðlækni sinn sem hún hafði verið hjá í mörg ár síðast í ágúst 2010 og greindi honum þá frá síversnandi líkamlegu ástandi. Á þessum tíma segist hún hafa lagt mikið af. Hún upplifði mikinn svima og orkuleysi og svaf oft allt að 20 klukkustundir á sólarhring. Matthildur segir þennan lækni hafa horft upp á heilsu hennar hraka. Hann hafi hins vegar alltaf gefið lítið fyrir áhyggjur hennar af líkamlegum einkennum en gefið henni þeim mun meira af geðlyfjum. Ég byrja að segja honum árið 2006 að mér sé svo illt í maganum og hann skaffaði mér magalyf. Og í febrúar 2007 að þá fæ ég hann til þess að senda mig í magamyndatöku og það fannst ekkert út úr henni og þá hélt hann bara áfram að gefa mér magalyf. Hann starfaði áður sem heimilislæknir þannig að hann var alltaf svo til í að taka allt að sér.
Hún segir hann því hafa tekið á nær öllum hennar málum. Hún treysti lækninum fullkomlega þar til sumarið 2010 en þá segist hún hafa farið að efast heilindi hans. Hún segir hann meðal annars hafa greint sig með drómasýki og gefið sér amfetamín sem dugði skammt. Hún hélt áfram að sofa drjúgan hluta sólarhringsins. Lyfin voru orðin mörg og hann ráðfærði sig að hennar sögn ekki alltaf við hana áður en hann bætti við nýju. Og tók upp á hjá sjálfum sér að bæta við á þess að ræða það við mig. Ég fikk bara í póstkassan fleiri skírteini upp á ókeypis geðlyf í apótekinu. Matthildur var alltaf fullviss að það væri ekki einungis depurð og vanlíðan sem hrjáði hana heldur einnig líkamlegir kvillar. Hún féllst því aldrei alveg á rök læknanna. Ég treysti þessu lækni mjög vel og sko ég var náttúrulega ekki glöð á þessum tíma. Ég vissi það vel að ég var döpur. En ég vissi að það var líka eitthvað líkamlegt af mér. En það var ekki nokkur leið að fá neitt lækni til þess að hlusta á það hjá mér. En helst af öllu treysti ég honum til þess að hjálpa mér með það. En hann brást mér algjörlega. Hún fór sjálf að greina sig með ýmsa sjúkdóma. Ég var svona að lesa mér til ýmsa sjúkdóma. Var bara orðin dugleg að þessa 4 tíma sem ég vakti á sólarhring þá satt ég svolítið við tölvuna og var að lesa sjúkdóma og á tímabili taldi ég þetta væri skjaldkirtill, tímabili var það lúpus, tímabili var það MS. Ég fór bara í gegnum alls konar sjúkdóma og ég var með mikla kviðverki. Mér var sagt að taka róandi vegna þess að þessi kviðverkir væru kvíði. En þetta var ekki kvíði heldur var þetta krabbameinið að éta sig í gegnum ristilinn. Árið 2012 sendi Matthildur kvörtun til landlæknis. Nú virðist sem hugsanlega sé að komast skriður á hennar mál en hún á bókaðan fund með fulltrúum landlæknisembættisins. Þann fund fékk hún fyrir tilstilli umboðsmanns Alþingis. Það var Arnhildur Hálfdánardóttir sem talaði við Matthildi Kristmannsdóttur. Frá því árið 2012 hefur Matthildur Kristmannsdóttir reynt að fá það viðurkennt að það hafi verið fyrir mistök lækna sem ristilkrabbamein hennar var ekki greint fyrir 4 árum eftir að hún kvartaði fyrst við geðlækni sinn yfir magaverkjum árið 2006. Niðurstaða landlæknisembættisins Sjúkratrygginga og úrskurðarnefndar almannatrygginga einróma. Beiðni hennar skaðabætur vegna vangreiningar eða seinkaðrar greiningar hafnað og því lýst yfir að engin mistök hafi átt sér stað. Samkvæmt úrskurði þeirra var sú þjónusta sem hún fékk frá læknum og heilbrigðiskerfinu í heild í einu og öllu eftir bókinni. 2 læknar sem gáfu álit töldu hins vegar hugsanlegt að mistök hefðu átt sér stað. Í kringum aldamótin dundu áföllin á Matthildi. Hún greindist með krabbamein í móðurlífi, missti vinnuna í tvígang og átti erfitt andlega. Árið 2001 leitaði hún á bráðamóttöku geðdeildar. Hún var greind með þunglyndi. Eftir á að hyggja telur hún að greiningin hafi verið röng. Ástæðan fyrir depurðinni sem hún upplifði hafi einkum verið þau áföll sem á undan höfðu gengið. Hún gekk þó reglulega til geðlæknis fram til ársins 2004 þegar hún leitaði til annars. Hann sinnti henni mánaðarlega árin 2004 til 2010. Sá staðfesti fyrri þunglyndisgreiningu og bætti fleiri greiningum við. Hún tók vegna þeirra fjölda geðlyfja. Árið 2006 kvartaði hún við geðlækninn sinn yfir magaverkjum. Hann sendi hana í magaspeglun og kom hún eðlilega út. Haustið 2007 veiktist Matthildur alvarlega. Hún segist hafa fundið fyrir breytingu. Líkamleg einkenni hafi orðið mikil og langvarandi. Hún kvartaði yfir verkjum í maga, niðurgangi og hægðatregðu, upplifði gífurlega þreytu og orkuleysi og svaf drjúgan hluta sólarhringsins. Hún var þá viss að hún væri rangt greind og greint frá þeirri fullvissu hennar í sjúkraskrá. Matthildur segist á þessum tíma hafi verið orðin hálf geðveik af lyfjainntöku. Hún hafi fundið fyrir minnistruflunum sem í dag sé að mestu gengnar til baka og verið hrædd við ástandið. Þann 14. janúar 2008 leitaði hún á bráðamóttöku Landspítalans vegna hita og slappleika.
Fram kemur í greinargerð sem læknir sem þá sinnt henni sendi landlækni að ekkert hafi bent til ristilkrabbameins á frumstigi. Athyglin hafi beinst að því að finna bráðavandamál sem skýrði hita og slappleika Matthildar. Hún hafi ekki kvartað undan kviðverkjum og ekki verið blóðlaus. Sýking hafi verið útilokuð og svo tekið með viðeigandi hætti á hennar augljósa geðlæðarvanda. Í bráðasjúkraskrá frá því í janúar 2008 kemur fram að Matthildur neyti depurð og kvarti yfir ýmsum líkamlegum einkennum, þar með talið magaóþægindum. Það má því deila hvort greinargerð læknisins hafi verið algerlega sannleikarum samkvæmt. 4 dögum síðar lét geðlæknir Matthildar leggja hana inn á geðdeild að sögn vegna vaxandi þunglyndiseinkenna og þess að hún var orðin ófær eigin hirðu. Í sjúkraskrám geðdeildar segir að hún hafi verið í rannsóknum vegna líkamlegra kvilla, kviðverkja og niðurgangs en ekkert hafi komið út úr því. Fram kemur að hún segist fyrst og fremst þjást af orkuleysi. Hún sofi mikið, matist ekki og hafi mist 8 kíló á 2 mánuðum. Þá segir að hún sé fullviss að á þessu hljóti að finnast líkamleg skýring. Hins vegar er gefið til kynna að án efa séu einkennin til komin vegna andlegrar vanlíðunar. Fram kemur í skýrslunni að hún hafi haft krónískan niðurgang í ár án þess að skýring hafi fundist. Þá segir meðal annars: Fer hægt yfir. Útlit svara til aldurs, áberandi fitugt hár og lítið til höfð þó hún sé ekki beint ósnyrtileg. Svara spurningum með lokuð augum, gefur ágæta sögum. Ekki ber á neinum geðróseinkennum. Hún útskrifaðist í eftirlit til geðlæknis síns í febrúar og henni var sagt að hún væri mun betri. Sjúkraliði flutti Matthildi svo aftur á geðdeild í mars 2008 vegna gífurlegrar þreytu og orkuleysis. Í sjúkraskrám geðdeildar segir að hún hafi leitað á deildina vegna slappleika og aukinnar svefnþarfar. Hún kvarti yfir flensueinkennum í höfði, niðurgangi 2 á dag og segist hafa lést 12 kíló frá áramótum. Hún sé ófær að sjá sig sjálf, segist hrædd og að missa vonina. Ljóst er að á geðdeild kvartaði hún ítrekað vegna niðurgangs. Svo virðist sem skortur hafi verið á upplýsingaflæði á milli bráðamóttöku og geðdeildar. Haustið 2010 fór Matthildur í tvígang með sjúkrabíl á bráðamóttöku. Í fyrra skiptið var hún útskrifuð án niðurstöðu en í sjúkraskrá hennar segir að útskýrt hafi verið fyrir henni að ekkert alvarlegt sé að. Í seinna skiptið neitaði hún að fara fyrr en hún fengi rannsóknir. Í kjölfarið kom í ljós að hún væri blóðlítil og pöntuð var maga- og ristilspeglun. Í sjúkraskýrslu frá þessari komu segir að Matthildur hafi verið treg til að fara. Æxlið greindist í speglun 6 vikum síðar og var fjarlægt í nóvember. Matthildur telur að það hafi einungis verið fyrir hennar eigin þrjósku sem rétt greining fékkst á endanum. Matthildur undirgekkst ýmsar rannsóknir á árunum 2006 til 2010. Gerð var magaspeglun, tekin sneiðmynd af kvið og höfði og teknar blóðprufur sem reyndust eðlilegar. Í nóvember 2009 var hún send í galliumskanna, notað var skuggaefni til að kanna hvort æxli eða bólgur fyndust í líkamanum. Niðurstaðan er sögð eðlileg en þó kemur fram að ristill sé óvenju víður. Matthildur telur að líkamleg einkenni hennar hafi verið hunsuð og þeim sópað undir geðrænar greiningar án þess að þau hafi verið könnuð til lítar. Hún segir gögn úr sjúkraskrám geðdeildar styðja þann málflutning sinn. Þá gagnrýnir hún að ekki hafi verið brugðist við kvörtunum hennar slappleika og einkenni frá meltingarfærum í ljósi aldurs, reykingasögu og sögu krabbamein. Samskipti Matthildar við kerfið í kjölfar meintrar vangreiningar hafa tekið á hana. Hún ákvað í febrúar 2012 að skrifa landlækni kvörtun vegna málsins. Landlæknir svaraði hæl og gerði Matthildi grein fyrir því að kvörtunin væri óskýr og málið yrði ekki tekið fyrir nema málsatvik væru skilgreind nánar. Hún segist hafa verið uppgefin á tímabilinu og ekki fær að standa í stappi við embættið. Hún hafi því leitað til réttargæslumanns fatlaðra. Hann hafi sett sig í samband við embættið, útskýrt stöðuna og fullyrt við Matthildi að hún mætti vera róleg. Matthildur segist í framhaldinu hafa hringt reglulega í embættið og spurt fyrir stöðu mála en alltaf fengið þau svör að verið væri að vinna í máli hennar. Í byrjun árs 2013 ákvað hún að leita til lögfræðings Öryrkjabandalags Íslands. Vísaði hann Matthildi til sérfræðings í skaðabótarétti sem tók máli hennar að sér. Lögfræðingurinn sendi landlæknisembættinu kvörtun Matthildar að nýju í mars 2013. Í áliti landlæknis segir að sú kvörtun sem lögmaðurinn sendi fyrir hönd Matthildar sé álíka óskýr og illa skilgreind og sú sem hún sendi í febrúar 2012. Embættið hafi þó ákveðið að horfa framhjá því og taka kvörtunina fyrir sem kvörtun undan vanrækslu við greiningu á ristilkrabbameini.
Í framhaldinu var óskað eftir greinargerð Landspítala og ýmsum gögnum sem tengdust kvörtuninni. Samkvæmt greinargerð spítalans og þeirra lækna sem sinntu Matthildi áttu mistök sér ekki stað. Þar segir meðal annars að sjúklingurinn hafi oft sinnis verið með ýmsar líkamlegar kvartanir og að í öllum tilvikum hafi þeim verið sinnt. Það hafi fyrst verið haustið 2010 þegar hún greindist með járnskortsblóðleysi sem efni stóðu til að gera krabbameinsleit í ristli. Fulltrúi geðsviðs sagði: Ekkert í gögnum málsins bendir til að læknar geðsviðs hafi veitt Matthildi óviðeigandi meðferð eða mistök eða vanrækslu hafi verið að ræða. Matthildur var óumdeilanlega illa haldin af geðrænum einkennum og fékk viðeigandi meðferð við þeim. Viðeigandi samráð virðist endurtekið hafa verið haft við aðra sérgreinalækna til að útiloka líkamlega sjúkdóma. Það er nokkuð misjafnt hvernig geðrænum veikindum Matthildar er lýst í skýrslunum. Til dæmis kemur fram á ákveðnum stöðum að hún eigi sér langa sögu geðhvarfasýki. Annars staðar kemur fram að talið sé að hún sé með geðhvarfasýki og að geðlæknir hennar haldi því fram að hún gangist við því. Á enn öðrum stað segir að þunglyndið sé orðið atípískt, lýsir sér aðallega með líkamlegum einkennum í stað huglægrar depurðar. Lögmaður Matthildar gerði athugasemdir við greinargerð Landspítala í september 2013. Meðal annars var kallað eftir frekari gögnum frá geðdeild Landspítalans veikindi Matthildar og sjúkdómsgang. Landlæknisembættið gerði það en komst að sömu niðurstöðu. Vísað er til komu hennar á bráðamóttöku þann 14. janúar 2008 þegar hún kvartaði slappleika samkvæmt greinargerð læknis en slappleika, magaónot og fleira samkvæmt sjúkraskrá. Lögmaðurinn sótti fyrir hönd Matthildar bætur úr sjúkratryggingu þeirra lækna og stofnana sem hún taldi hafa brotið á sér. Með umsókninni fylgdi álit geðlæknis sem taldi að einkenni Matthildar hafi frá árinu 2007 mörg hver verið líkamleg frekar en geðræn og að kerfisbundin mistök hafi átt sér stað þegar henni var sífellt vísað til geðlækna í stað þess að skoða undirliggjandi líkamlega þætti. Hún verði að njóta vafans þar sem margt bendi til þess að hún hafi haft krabbameinið árið 2008 og það hafi þá verið vangreint. Sjúkratryggingar Íslands höfnuðu bótaskyldu þann 30. maí 2013 á þeim grundvelli að ekkert styddi að hún hafi orðið fyrir tjóni af völdum vangreiningar eða seinkaðrar greiningar. Koma á bráðamóttöku í janúar 2008 hafi ekki gefið tilefni til frekari skoðunar á meltingarfærum og óvíst hvort líðan hennar þá hafi tengst ristilkrabbanum eða hvort hann hafi yfirleitt verið til staðar 2 árum fyrir greiningu. Þá hafi rannsóknir svo sem sneiðmyndatökur og galliumskönnun ekki sýnt krabbamein. Lögmaður Matthildar kærði synjun sjúkratrygginga til úrskurðarnefndar almannatrygginga. Nefndin óskaði eftir áliti frá sérfræðilækni á því hvort töf sem varð á ristilspeglun hafi valdið Matthildi tjóni. Það álit barst þann 7. júlí 2014. Þess ber að geta að læknirinn fékk ekki sjúkraskrár Matthildar af geðdeild þar sem hún lýsir einkennum frá meltingarfærum, heldur tók hann orð hennar og lögfræðings hennar einfaldlega trúanleg. Sérfræðilæknirinn sagði ljóst að klínískum leiðbeiningum landlæknis frá árinu 2002 skimun fyrir ristilkrabbameini hafi ekki verið fylgt í tilfelli Matthildar, en samkvæmt þeim á að leita árlega að blóði í hægðum hjá fólki sem komið er yfir 50. Hugsanlega hefði verið hægt að greina meinið fyrr hefði ristilspeglun farið fram. Matthildur hefði þannig hugsanlega komist hjá erfiðri lyfjameðferð sem leiddi til taugabólgu. Ljóst er að hún fór að finna fyrir einkennum frá meltingarvegi 2006. Það er ekki hægt að útiloka að kvartanir hennar hafi á köflum verið óljósar og erfitt að flokka og að einhver þeirra hafi átt rætur í geðrænum vandamálum. Hins vegar er áríðandi að læknar útiloki undirliggjandi líkamlegar orsakir fyrir einkennum áður en að það sé talið á grundvelli geðrænna vandamála. Læknirinn sagði í samtali við Spegilinn að þær rannsóknir sem Matthildur gekkst undir, svo sem sneiðmyndataka og galliumskönnun, útiloki ekki ristilkrabbamein. Það hafi verið skortur á allsherjar utanumhaldi að heimilislæknir til dæmis sendi hana í ristilspeglun. Miklar brotalamir séu í heilsugæslu á Íslandi almennt og mikillar uppbyggingar þörf. Einhver staðar hefði átt að hugsa, hún er yfir 50 og ætti að fyrir skimun. Á þeim grundvelli ætti hún sennilega rétt á bótum. Það sé hins vegar ekki hægt að áfellast einstaka lækna. Kerfið í heild hafi brugðist og greining mjög líklega tafist að óþörfu. Hann segir að enn sé klínískum leiðbeiningum skimun ekki fylgt. Væri það gert mætti fyrirbyggja 10 dauðsföll á ári hverju. Tilvikið undirstriki nauðsyn skipulagðrar hópleitar fyrir ristilkrabba sem nú er verið að undirbúa.
Þrátt fyrir álit sérfræðilæknisins komst úrskurðarnefnd almannatrygginga að þeirri niðurstöðu að mistök hefðu ekki verið gerð. Meðferð Matthildar hafi verið hefðbundin og eðlileg. Því haldið fram að lýsingar Matthildar á einkennum frá maga hafi ekki ratað í sjúkraskrá hennar og ekki sé hægt að byggja úrskurðinn einungis á frásögn hennar sjálfrar. Matthildur telur afgreiðslu málsins óljósa og úrskurðinn illa rökstuddan. Hún telur sjúkrasögu sína ekki flókna, fyrst og fremst hafi viðbrögð við kvörtunum hennar gert hana flókna. Matthildur fékk úrskurð landlæknis fyrst í hendurnar í gær en lögmaður hennar sendi hann fyrir tilstuðlan spegilsins. Matthildur segir að trúnaðarbrestur hafi komið upp á milli hennar og lögmannsins vegna samskiptaleysis. Hún hafi svo komist að því í janúar á þessu ári að hann væri kominn með úrskurð landlæknisembættisins, vegna þess að vísað var til hans í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga sem lögmaðurinn sendi henni. Hún leitaði til landlæknis og bað álitið en hún segir það ekki hafa fengist. Hún leitaði þá til umboðsmanns Alþingis sem tók málið til meðferðar og óskaði eftir því við landlækni að hún fengi álitsgerðina. Landlæknir svaraði því til að málinu væri lokið og lögmaður Matthildar hefði öll gögn þess og að henni hefði verið svarað. Hún kannast ekki við það. Þar með var afskiptum umboðsmanns af málinu lokið og Matthildur stóð uppi án álitsgerðar. Hún segir að sér finnist mjög óþægilegt að lesa álit landlæknisembættisins. Það sé augljóst að hún hafi verið talin illa haldin af geðveiki og ómarktæk. Hún spyr hvar þessi geðveika kona sé nú þegar krabbameinið sé læknað. Matthildur hafnar alfarið álit til landlæknis og hefur óskað eftir fundi með embættinu. Framhaldið er óljóst en kærufrestur í málinu er löngu liðinn. Hún segir málið allt hafa farið illa með sig, telur ekki rétt að hún þurfi að ganga á milli lögfræðinga og vill að stofnað verði embætti umboðsmanns sjúklinga. Á að koma á fót embætti umboðsmanns sjúklinga, já, segja þau Auðbjörg Reynisdóttir hjúkrunarfræðingur og formaður Viljaspors, félags öryggi sjúklinga og Atvik í heilbrigðisþjónustu og Guðmundur Löfe, framkvæmdastjóri SIBS. Þau hafa þó ólíka sýn á hvernig embætti ætti að starfa. Guðmundur segir almenning oft standa ráðþrota gagnvart flóknum úrræðum í kerfinu. Stjórnsýslan ber einstaklinginn í raun og veru ofurliði og hann er komin í þrot með úrlausn sinna mála. Þannig myndi umboðsmaður sjúklinga geta fljótt og vel þekkjandi hvern krók kema í stjórnsýslunni, annarkvort leiðbeint fólki það hvað er að gera rátt, eða tekið málið af sér eða sér augljósa brotalum í kerfinu. Viðeigandi stofnanir svara og lagt línurnar með bætta málsmeðferð í framtíðinu svo þetta endurtaki sig ekki. Hann segir aðgang almennings að upplýsingum, ráðgjöf og stuðningi við að ná fram rétti sínum takmarkaðan. Það sé flókið fyrir fólk að greina hvaða stofnun veitir hvaða þjónustu. Þá skapi núverandi fyrirkomulag óhagræði fyrir stofnanirnar sjálfar. Hjólið sé fundið upp aftur og aftur þar sem ferlið sé ekki til staðar. Auk þess að sama fólkinu er jafnvel svarað oft sömu málin af hálfu margra mismunandi stofnana með tilheyrandi tvílega þríverknaði. Vorið 2014 lagði samráðshópur sjúklinga til að stofnað yrði embætti umboðsmanns sjúklinga. Í framhaldinu skoruðu Guðmundur og forsvarsmenn Öryrkjabandalags Íslands og Geðhjálpar á Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra að koma slíku embætti á fót. Af því hefur ekki orðið. Guðmundur sér fyrir sér að embætti umboðsmanns sjúklinga myndi veita fólki með samsettan vanda, sem er flóknari en svo að það geti snúið sér til einnar stofnunar, upplýsingar og ráðgjöf ólík úrræði innan heilbrigðis, tryggingakerfis og bótakerfis. Það gæti tekið við ábendingum og komið kærumálum í viðeigandi farveg svo veikt fólk þurfi ekki að standa í því sjálft. Og að krefja stofnanir hins opinbera svör og gögn með ákveðnum fresti og valdheimildum eins og umboðsmaður getur gert í dag. Auk þess að veita þá ráðgefandi álit á málsmeðferð stofnana og koma á framfæri við stofnanirnar jafnvel tillögum að vinnureglum til að bæta þetta í framtíðinni hafi eitthvað gengið úr lagi. Guðmundur telur að embætti umboðsmanns sjúklinga myndi ekki sinna lækna mistökum sérstaklega. Landlæknisembættið sinni þeim málaflokki ágætlega. Þar er Auðbjörg ósammála honum. Auðbjörg sér fyrir sér að umboðsmaður sjúklinga ætti annaðhvort að taka mál sjúklinga sem telja á sér brotið innan heilbrigðiskerfisins að sér eða leiðbeina þeim í gegnum kerfið. Já, hann ætti að starfa fyrst og fremst að upplýsa mál, upplýsa hvað gerðist, draga fram lærdóminn
og tryggja að þetta endurtaki sig ekki. Fylgja því eftir að fólk læri. Þannig að hann á fyrst og fremst að vinna með mál þeirra sem telja að brotið hafi verið á þeim. Að þeir hafi til dæmis orðið fyrir læknamistökum. Já, fyrst og fremst. Hún segir að sjúklingar geta ekki barist við kerfið og þegið þjónustu þess á sama tíma. Það gæti einfaldlega bitnað á þjónustunni. Einhver verði að taka slaginn fyrir þá og sjá til þess að sá sem gerði mistökin svari fyrir þau. Hún þekkir kerfið að sögn bæði innan frá og utan. Starfar sem hjúkrunarfræðingur í Noregi og missti son sinn vegna læknamistaka. Sonur minn, Jóel, hann deyr það vegna mistaka 2001, en í heilt ár á undan var hann í miklu þjónustu. Og auðvitað þótti mig á vantum þessi starfsmenn og mann ekki efst í huga að fara að kæra þegar maður búinn að vera stöðugt í mjög nánu sambandi við starfsfólk. En maður náttúrulega niðurbrotinn þegar barnið maður deyr. Og það enginn í fjölskyldunni stakk búinn til að fara að standa upp með sér. En það var enginn innan spítalans, enginn innan kerfisins sem gerði það. Það var akkurat þá bara umboðsmaður að stíga inn. Þarna gerist eitthvað og fólk þarf að fá tíma til að ná heilsu og ná lífinu sínu aftur. Og þá umboðsmaðurinn að meta hvort að þau mistök sem áttu sér stað hafi verið refsiverð eða bara einfaldlega mistök sem að... Ég er bara alvarleiki mistakan alveg nóg. Ef einhver deyr að verður örkumla, þá er alveg gefið að hann getur ekki barist fyrir sjálfum sér. Þannig í öllum tilfellum þar sem einhver deyr eða verður örkumla þá ætti að kæra. Algjörlega. Er ekki hægt við því að þetta verði svona svolítið eins og í Bandaríkjunum þar sem að læknum er hótað lögsóknum alveg hægri vinstri? Jú, en það má bara ekki stilla sjúklingum sem andstæðingum gegn kerfinu. Það bara er ekki gott og farsælt. Þannig að þessi umræða þarf að verða eðlileg samskipti og eðlilegt að sjúklingar komi að málum. Hvernig sér fyrir þér að aðkoma sjúklinga að þeirra málum gæti orðið? Já, ég var nú að fundi með ráðherra í gær út af þessari skýrslu sem kom út hjá ráðuneytinu starfshópur alvarlega atvik í heilbrigðisþjónustu og sá hópur tekur alla afstöðu kerfisins og starfsmanna en skilur eftir algjörlega viðhorf sjúklinga og aðstandenda. Meira að segja lögmenn sem að vinna í þessum málum, þeir fá ekki að koma með sín ályktanir. En sem betur fer þá óskaði ráðherra eftir því að við myndum skila umsókn þessa skýrslu og það erum við að vinna í. Já, og er það stórt skref fyrir ykkur að fá að skila einu umsókn? Já, það er það, mjög stórt. Já. Og vonandi að vera stærra skref í framhaldinu. Auðbjörg telur að ef af stofnun embættis umboðsmanns sjúklinga yrði, þyrfti embættið að vera algerlega óháð og aðskilið frá spítalanum eða landlæknisembættinu. Þá væri einnig hægt að fara aðrar leiðir. Það þarf kannski ekki endilega eitthvað embætti, svo í Noregi, nei í Svíþjóð fyrir ekki. Þar er það fá sjúklingar bara lögmann sem gerist á þessi fulltrúi eða þessi umboðsmaður. Hún telur landlæknisembættið ekki nægilega óháð til þess að gæta hagsmuna sjúklinga og bregðast við kvörtunum þeirra. Fjöldi málsmeðferða sem kærður hafi verið til umboðsmanns Alþingis beri því vitni. Það er bara sópað undir. Eru læknar bara á landlæknisembætti eða bara kóa hver með öðrum? Ég myndi kannski ekki þora að segja það. En já, samtryggingin er mikil. Sagði Auðbjörg Reynisdóttir, Arnhildur Halldórsdóttir ræddi við hana og Guðmund Löfve.